Jæja, þá klukkan orðin 12. Verið öll innilega velkomin á hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Á þessu ári eru 100 ár liðin frá fæðingu Kristjáns Eldjárns, fyrrum forseta Íslands og þjóðminjavarðar. En Árni Daníel Júlíusson, sem flytur erindi í dag, doktor í sagnfræði, hefur síðastlið ár gegnt rannsóknarstöðu Kristjáns Eldjárns og rannsakað samfélagsþróun í Svarfaðardal á miðöldum. Bók hans, Miðaldir í skuggsjá Svarfaðardals, væntanleg núna í desembermánuði með jólabókaflóðinu. En áður en ég gef Árna Daníel orðið, þá vil ég minnast á að 7. desember næstkomandi verður minningadagskrá hér í Þjóðminjasafninu tileinkuð Kristjáni Eldjárn, svo ég vil hvetja ykkur til þess að taka daginn frá. Þetta frá klukkan 15 til 18 á 7. desember. Nú, eftir þennan fyrirlestur þá gefst ykkur færi á spurningum og ég hvet ykkur einfaldlega til að rétta upp hönd því að ég mun ganga á milli með hljóðnema og þetta allt gert af því að fyrirlesturinn er tekin upp svo það heyrist örugglega í þeim sem ber upp spurningar. Svo gjörðu svo vel, Árni Daníel. Komið sæl. Já, hugmyndin að sjá stóru línurnar í landslagi sögunar í dalnum þar sem Kristján Eldjárn fæddist og ólst upp. Svarfaðardal í Eyjafjarðarsýslu. Svarfdælingar eru ekki Eyfirðingar, best að taka það fram. En þeir búa í Eyjafjarðarsýslu. Hér skjáskot af gamla korti danska herforingjaráðsins á Svarfaðardal. Við ætlum að skoða tímabilið á þessu svæði frá landnámi til 1200 eða svo. Til að skerpa sýn okkar verða heimildir þessa tíma úr Svarfaðardal bornar saman við mjög vel rannsakað svæði í næsta héraði fyrir vestan Eyjafjörð, Skagafirði, og við rannsóknir á kumlum og félagslegu samhengi þeirra í Noregi. Til að fá yfirsýn þarf fyrst að grúa yfir smáatriðum, skoða fyrir rannsóknir og heimildir andlega. Á tímabilinu 870 til 1100 ekki völ á neinum samtíma ritheimildum. En yngri ritheimildir, svo sent sem á 15. til 17. öld gefa þó innsýn í þetta tímabil. Eins og þetta forbréf frá 1441 sölu á Böggustöðum og Brynesi. Þar getið bænhús á Böggustöðum og hvergi annað staðar minnst á bænhús á Böggustöðum. Bænhús eru nokkuð traustmerki að þar hafi verið kirkjubygging þegar á 11. öld. Meginheimildir tímann fyrir 1100 eru hins vegar fornleifar og leifar gamals búsetturlandslags, landamerki og annars slíks. Eftir 1100 fara að koma ritaðar samtímaheimildir. Fyrst aðeins á Strjálingi beinlínis Svarfaðardal, en á síðarhluta 12. aldar gjörbreyttist það. Guðmundarsaga dýra og prestsaga Guðmundar Arasonar gefa báðar góða innsýn í samfélagið í Svarfaðardal á síðasta fjórðungi 12. aldar eða svo. Upp úr 1300 fer síðan að fjölga ýmiss konar skjölum sem gefa aðra og enn betri innsýn í efnahag og menningu dalsins. Þar meðal eru máldagar, jarðaskjöl og jarðaskrár af ýmsu tagi. Hér eitt merkasta skjal 15. aldar sem varðveitt bréfabók Jóns Hólabiskups Vilhjálmssonar. Það varðveitt á Þjóðskjalasafni. Og síðan til vinstri eru 2 máldagar á Svarfaðardal. Þeir og vellir. Einnig koma til sögunar annálar sem greina frá atburðum 13., 14. og 15. aldar við hlið samtímasagnanna, Sturlungu og biskupasagna. Og skjölin frá 15. öld og skjölin frá 15. öld. En snúum okkur nú að fyrstu tímabilinu aftur. Þrennt áhugaverðast í svarfdalskum fornleifum.
miðað við núverandi stöðu rannsókna. Eitt er mikli fjöldi kumla sem fundist hefur í Svarfaðardal. Annað eru þau gríðarlegu garðlög sem þar að finna og komið hefur ljós að eru frá 10. til 15. öld. Hinn þriðji er hinn mikli fjöldi kirkna sem verið hefur í Svarfaðardal á 1. öld kristni. Athugum fyrst kumlin. Myndin er frá uppgreftri á einu merkasta kumlateiknum frá Dalvík 1909. Það var fyrsti og einn merkasti uppgrefturinn, Daniel Brún og Finnur Jónsson. Grófaði kumlategin þar, þarna einhver maður, drengur frá Dalvík sem þeirra var ráðið til verksins vantilega. Aldursgreining sýnir að kumlin eru frá 10. öld. Það er þessi aldursgreining frá þessum uppgreftri. Það er talað svona 890 til 1020. Það er svona bilið sem er aldursgreiningan að sýna. Og það hefur verið, áður var það kom greining sem var frá 920, bent til að vera frá 920 og það hefur verið tilhengin hefur verið til að yngja upp eftir því sem að nákvæmari tímasetningar ákveðið. Dreifing kumlanna er þannig að þau er nær eingöngu að finna í niðursveitinni. Engin staðfest kuml hafa fundist í Fremdölum nema í Dæli sem er á mörkum Skíðadals og niðursveitar Svarfaðardals. Jafnframt er kuml að finna á óvinni mörgum stöðum. Stórt kumlasvæði er á Dalvík, þarna efst. Og síðan eru kuml á 8 öðrum stöðum. Alls eru kuml á tug jarða eftir því hvernig talið er. Við séð hérna, sjáum hérna kumlin, fremstu kumlin í dalnum. Hér er kumlið á Grund, það er reyndar 2 kumlategar þar, annar við húsið á Sigurgrund og hinn á Arnarholti. Við sjáum hana kumlið á Dæli og Ytrakvarfi, kumlastaðinn. Já, kuml er að finna á eftirtöldu jörðum, það eru á Uppsum og Böggustöðum við Dalvík, Grund, Eftirlitbakka, Dæli, Ytrakvarfi, Hofi, Sökku á mörkum Hrísa og Hamars og á mörkum Háls og Hámundastaða. Þessar jarðir eru allar í lágsveitinni nema kannski Dæli, svo að það segir. Gefur þessi dreifing kumla vísbendingu upphaflega dreifingu byggðar? Það er ekki ólíklegt. En ég vil þá minna á að það hefur fundist 10. aldar skáli í Svarfaðardal. Og þannig að hér. Klaufanesi. Þá er það garðlögin. Garðlög er að finna allan dal nema kannski helst fremst í Skíðadal. Leifar á Hagagarði eru á nær öllum jörðum ofan við tún, á milli beitar og seljasvæða í hlíðum og túna, engja og úthaga í botni dalsins. Hér sjáum við leifar af þessum Hagagarði sem að nærum allan dal, heitir Sveitalangur. Og það er þessi græni garður þarna, hann heitir Sveitalangur og þetta er eiginlega á öllum jörðum í Svarfaðardal, hægt að sjá svona leifar af Hagagarði. Það var byrjað að hlaða þessa garða upp úr 940 og þeim síðan víða haldið við fram yfir 1300. Þarna sjáum við sem sagt garðlögin eins og sem sagt það er svona segja þetta sé hráefnið, þarna eru garðlögin hornlögin eins og þau eru sjást á yfirborði og þau ásamt með leifum af seljum sem fundist hafa á flestum bæjum gefa góðar upplýsingar af dalnum
landnýtingu í dalnum á miðöldum. Og hér túlkun þeirra. Hérna hef ég teiknað upp sveitaláng, þannig að hann eins og hann væntanlega verið allan dal. Og þarna líka landamerkjagarðar sem þeir landamerkjagarðar sem sýnilegir og þeir með rauðu. Og þetta tvær helstu tegundir garðlaga þarna, en síðan þriðja tegundin túngarðar. Þeir færri. Það búið að ýta flestum þeim niður á 20. öld. Hér kastljós sem fyrst og fremst beint að þeim upplýsingum sem garðlögin gætu gefið eignarhald á yfirráð að jörði, yfirráð yfir landi. Garðlögin gefa hugmynd að landeign hefði verið nákvæmlega afmörkuð, það landamerkjagarði. Hver jörð hafði afmarkað land með landamerkjagarði, hvort sem jörðin var í eigu bóndans sem þar bjó eða í eigu einhvers konar stór jarðeigenda. Rekstur jarðarinnar fór fram innan þessara marka. Ýmsar vísbendingar að kumlin eins og garðlögin hafi einnig verið þáttur í einhvers konar merkjakerfi sem gaf til kynna yfirráð á landi. Kuml hér á landi oft að finna á einhvers konar mörkum í Svarfaðardal, til dæmis á Hámundastaðahálsi sem á mörkum jarðanna Háls og Hámundastaða. Einnig líklega á upphaflegu mörkum jarðanna Bakka og Grundar áður en smærri jarðir byggðust út úr þessum jörðum. Sjáum þarna, þetta Arnarholt, hérna mörkin, þetta Bakki og hérna Grund, hérna líklega upphaflegu mörkin áður en það sér eitthvað byggðust. Þetta heitir Selsteinn og þarna sér eitthvað svo sel. Já, kumlin á Dalvík liggja við ströndina en einnig á mögulegum mörkum landnámsjarða eftir því voru uppsýr og bakvistæðir landnámsjarðir. Þriðji þáttur athyglisverða fornleifa í Svarfaðardal kirkjur og kirkjugarðar, mannabein frá fornöld sem líklegast úr kristnum kirkjugörðum hafa fundist á Sökku, Hofsá, Hreiðarstöðum og Jarðbrú. Hofsá. Þetta bein sem hafa fundist utan hinna hefðbundnu kirkjustaða Uppsa, Fjallna, Urða og Valla og ekki í kumlum. Heimildir frá 15. og 18. öld geta bænhús, hálfkirkjur og alkirkjur á 21 jörð í Svarfaðardal. Allar þessar kirkjur sjást á þessu korti og einnig fornkirkjur á Árskógsströnd. Þar kirkjur á öllum jörðum nema tveimur. Guðshús af þessu tagi vísa aftur til upphafs kristni. Í Svarfaðardal virðast það vera guðshús á stórum hluta jarða í upphafi kristni. Sjáum á. Dreifing þeirra jarða sem höfðu kirkjur athyglisverð, hún nefnilega í stórum dráttum hið sama á dreifing jarða sem höfðu kuml. Kirkjur voru flestar á háttmetnum jörðum í niðursveitinni, þar í niðursveitinni voru 15 af þessari 21 kirkju. Fornkirkjurúst enn sýnileg á Hofi. Auk þess voru kirkjur á Urðum, Skeiði og Tungufelli í Svarfaðardal og Málstöðum, Hnjúki og kannski Krosshóli í Skíðardal. Og það hafa fundist heimildir fornar kirkjur á öllum jörðum, 40-100 og stærri, nær öllum jörðum að vantar á 4. Auk þess hafa fundist bein sem sennilega úr kristnum kirkjugarða á Jarðbrú, en engar heimildir til kirkju þar. Jörðin lítil, þannig að hún har mikið spáð í hvað það sé á ferðinni. Mjög sennilega að finna leifar af fleiri kirkjum í dalnum en þeim sem ritheimildir til Nú skulum við ekki eitt í viðbót, það áður en förum við í Skagafjörð, það að skoða landamerki þeirra jarða þar sem vitað að það hafi verið kirkjur. Í Svarfaðardal mikið votlendi neðan til í dalnum. Slíkt votlendi var mikilvægt. Af því hjókst engi hey sem gefa mátti kúm og uppskeran var svipuð eða jafnvel meiri og á túnum. Votlendi fékk áburð í vorflóðum og þar brást uppskera sjaldan.
En við skulum skoða kortið af jörðunum. Og við sjáum að landamerkin sem hér er landamerki grund á allar engjarnar fyrir neðan. Og hér er brekka og hér er jarðbrú og þær eiga ekki neina engjar. Sama jarðirnar hérna, tjörn, hún á allar þess engi hérna og hérna, það var Ferginni og Tjarnargarðshorn átti ekki landengju. Og Skátalækur hér, allar þessi jarðir sem sést hérna, nema Skátalækur og voru við kirkjur. Skátalækur átti ekki þessa eyju hérna. Það áttu Hrafnsstaðir og Böggvisstaðir. Og bæði Uppsir og Háls áttu engjar hér í þessum. Þannig að það voru ákveðnar jarðir sem áttu engjarnar. Þetta er líklega þessar verðir hér engjapart sem sjónarmarki í mann rétt og sakka átti þetta mikið engjaflæmi fyrir jörðina. Og þarna landamerkin athyglisverð heimild sem benda til þessar kirkjujarðir sem við sjáum þarna hafi verið upphaflega jarðir í dalnum. Þess ber að geta að aðstæður eru mjög svipaðar á Árskógsströnd og í Svarfaðardal, fjöldi kumla, mikil jarðlög, garðlög og mikill fjöldi kirkna sem að líkindum eru frá kristnitöku. Sama gildir svæðið innan við Árskógsströnd, ströndina frá Rauðavík innan Akureyri, þar sem þéttbýlið á Gálmaströnd eða Hvammshreppi öðru nafni og í Krekkingahlíð. Myndin frá Gálmaströnd frá fornbýli í Hvammslandi. Hún sýnir túngarðinn utan tún býlisins sem kallaði Skiptigerði, jarðabók Árna Páls. Þessu svæði hefur fundist fjöldi kumla og garðlög. Heimildir kirkjur eru ekki eins góðar á þessum slóðum. Nú skulum við snúa okkur að Skagafirði. Svarfaðardalur er 7 kílómetrar á breidd eða svo í lágsettinni en Skagafjörður er helmingi breiðari. Við vitum mjög breið sveit, allir sem hafa keyrt Skagafjörð. Og í miðjum Skagafirði er sveit sem hefur verið rannsökuð mjög ítarlega af fornleifafræðingum. Það er Langholt sem nær frá Varmahlíð norður að Reynistað langleiðan til Sauðárkróks. Þessi mynd er af Langholti, Geldingaholt. Þar hefur farið fram rannsókn á þróun byggðar á landnámsöld og mörgum fleiri þáttum í sambandi við landbúnað og fleira. Það er alls 20 jarðir á Langholti. Margar þeirra voru fyrr á öldum tiltölulega hátt metnar, 40–60 hundruð. Líklega byggðust Reynistaður og Stóra Seila fyrst, samkvæmt þessum rannsóknum, fyrir 900. Skömmu síðar byggðust Marbæli og Meðalheimur viðbót. Þessar 4 jarðir voru landnámsjarðir þá, því að þær byggðust fyrir 930 og út frá þeim byggðust aðrar jarðir sveitarinnar. Í öðrum hluta uppbyggingarsveitarinnar 930–40 byggðust Hafsteinsstaðir, Skörður, Gil og Gröf og grafirnar. Í þriðja hluta 975–1010 byggðust 6 jarðir í viðbót, Kjartansstaðir, Geldingaholt, Holtsmúli, Torfgarður, Glaumbær og Páfastaðir. Allar þessar jarðir á Torfgarður voru yfir 30–100 að verðmæti, flestar 40–60–100. Það er svipaðar jarðir eins og þessar kirkjujarðir sem við sáum áðan í Svarfaðardal. En engin kuml hafa fundist í Langholti. Það er undarlegt því í sveitinu voru 10 jarðir sem byggðust fyrir kristnitöku og þar hafa jarðfræðingar farið fram og tilbaka og ekkert fundið. Og ekki jarðfræðingar, fornleifafræðingar, afsakið, ég meinti fornleifafræðingar, afsakið.
Þessar jarðir voru allar mjög svipaðar eins og jarðirnar í Svarfaðardal. Þær höfðu allar afhengar nægu ræktarlandi, votlendismýrum og öðrum björgum, voru hátt metnar og allan hátt vel settar. Svo skulum við sjá kirkjurnar. Þarna sjást kirkjur sem að vitað í sveitinni. Það Seila, það á Geldingaholti og Glaumbæ og Reynistað. Það nú ekki margir kirkjur, ekki með það sem við sáum í Svarfaðardal. Einhverjar leifar af garðlögum hafa fundist á Langholti að sögn fornleifafræðinganna, en sérstök rannsókn hefur ekki verið gerð á þeim. Heildarmyndin á fornleifum eins og kumlum og kirkjum í Langholti gjörólík þeirri sem að finna í Svarfaðardal. Rannsóknir halda áfram á svæðinu og í næsta nágrenni, í Hegranesi, hefur komið fram allt önnur mynd, miklu líkari því sem í Svarfaðardal. Hegranes þarna bara aðeins ofið til hægri. Það bara næsta sveit. Og þarna sem sagt Keldudalur, þar sem hefur fundist bæði gömlu og kirkjur og kirkju og dróna. Keflavík. Er það Keflavík? Ekki Keldudalur. Já, ég vilst á því. En það það sama. Þar hefur fundist kirkjur og kuml, ef maður rétt. En spurningin hvort þessi munur á fjölda kumla og kirkna í Svarfaðardal annars vegar og Langholti hins vegar endurspeglar einhvers konar mun á samfélagsgerð. Sjáum við munin. Þetta sambærileg kort. Í hverju gæti þessi munur falist? Ýmsir möguleikar eru fyrir hendi. Í fyrsta lagi möguleiki að einhver munur sé á samfélagsgerðinni þannig að upphaf byggðar í Langholti hafi verið undir öðrum formerkjum en í Svarfaðardal. Það gæti skýrt af hverju kirkja var á hverjum bæ yfir ákveðinni stærð í Svarfaðardal 1000 eftir Kristi en ekki í Langholti. Bændur í Svarfaðardal hafi verið sjálfstæðari á einhvern hátt en bændur í Langholti haft eigin kirkjur heima á bænum en ekki bændur í Langholti. Í öðru lagi mögulegt að ekki sé enn búið að finna kuml og kirkjur á Langholti án þess að þekkja nákvæmlega til aðferða fornleifafræðinganna þar þá segir mér samt svo hugurum að þeir hafi að leitað ansi vel en það alveg möguleiki þeir hafi ekki fundið eitthvað og enn eitthvað eftir að finnast annað þess hefur gerst ef svo þá þarf ekki að skýra neitt mun. Almennt séð þá þó ástæða til að huga að fleiri skýringum en að það sé ekki búið að finna kumlin. Landslutamunur á fjölda kumla sem fundist hér á landi mjög mikill. Sjáum það mikið á kumlum Eyjafirði, á Austurlandi, Skagafirði, Þingeyjarsýslu og á Suðurlandsundirlendinu. En það með mjög skrítið að sjá að það finnst Dalasýslu og Borgarfirði. Það eru sveitir sem bara mjög svipaðar eins og þessar sveitir sem mikið eru fundist á kumlum og hefði mátt búast við að finna mikið af kumlum þar en það hefur ekki gerst. Og ef að finnast ný kuml eða kumlategar þá það bara á sömu stöðum eins og það bara fundist 5 eða 6 ný kuml eða 7 eða 8 í Eyjafirði og síðan bara nýlega 2 mjög stóri kumlategar í Suður-Þingeyjarsýslu, Laxárdal og Þegjandadal og þannig að þetta skrítið skipting sem náttúrulega menn hafa mikið spáð í. En það ákveðnar hliðstæður í Noregi. Þar landslutaskipting kumla og spurningin
einfaldlega, ég velti þeirri spurningu, möguleiki að munur á grafsviðum af þessu tagi endurspegli mun á samfélagsgerð og hvernig þá? Og þá skulum aðeins líta austur haf til Noregs. Þar eru kuml á jörðum frá 9. til 10. öld talin endurspegla að jörðin hafi verið í eigu bóndans og fjölskyldunar sem þar bjó með kuml. Og þarna Vestfold. Þetta er kort af Vestfold sem sýnir jarðirnar þar, jarðamerkin, og kuml á jarðamerkin. Það er fjöldi jarða af þessu tagi og með rauðum punktum þá sést kumlin á landamerkin frá 9. til 10. öld. Þar eru jafnframt margar jarðir sem ekki hafa kuml, þó þær hafi verið í byggð á sama tíma. Þeir eru oft í grennd við gamlar stórjarðir sem Norðmenn kalla aðalskórs. Jarðir af þessu tagi, þau eru dökk á þessu korti, tagi eftir góssum C og D. Meðan til, C og D. Hér sjáum við kumladreifinguna í kringum þessi góss C og D. Kumlin eru utan við aðalsjörðirnar á jörðum sem töldust bændaeign. Munur. Síðan sjáum við loftmynd af þessu svæði. Eftir norskum mælikvarða allt þetta svæði hérna. Ljósgræna er gott búnaðarland. Já, möguleiki eitthvað slíkt sé á ferð í Langholti að þar hafi sest að fjölskyldu sem litu á sig sem aðalsfólk og slógu eign sinni á allt land í sveitinni og leigðu síðan út jarðaskíka eftir því sem eftirspurn jókst. Það er kannski hafði þeir þræla og þrælarnir fengu frelsi og fengu þá jörð og urðu að borga leigu. En að í Svarfaðardal hafi sest að sjálfstæðis bændur sem skiptu dalnum upp á milli sín og mynduðu samfélag sjálfstæðra bænda. Já, mér langar þá í lokin að tengja þessa athugun og fornleifum örlítið saman við ritheimildir 12. til 14. aldar. Það er að segja þá samfélagsmynd sem þessar heimildir gefa. Hafi verið samfélag sjálfsveitna bænda í Svarfaðardal og á Árskógsströnd og Galmaströnd þá sjást þess leifar í heimildum frá lokum 12. aldar. Á þeim tíma áttu bændur, með þess að kona, jarðir eins og Brattavík, Árskógsströnd, Árnanes og Galmaströnd og að öllum líkindum Tjarnargarðshorn í Svarfaðardal. Þetta er Brattavík. Við sjáum inn í Þorvaldsdal, alveg Þorvaldsdal. En hins vegar var komin fram í Svarfaðardal ætt sem sat á flestum stórbílum sveitarinnar. Það voru fornungar, helstu stuðningsmenn Guðmunda dýra innan héraðs í Eyjafirði. Fornungar sátu á sökku, völlum, eftir vellir, urðum og tjörn. Reyndar ekki, það var ekki að hann heit Sumarleið, hann var nátengdur þeim, en hann var ekki beinlínis á ættinni. En að öllum líkindum hafa fornungar þá orðið átt fleiri en stórbílinn ein. Þeir hafa átt fleiri jarðir. Á þessum tíma, 1100 til 1200, höfðu einnig orðið þau stórtíðindi að ákveðnar kirkjur voru orðnar öðrum æðri í hverri sveit. Í Svarfaðardal voru það einmitt tjörn, urðir, vellir og síðan reyndar uppsir, ekki sakka, sem eru hliðin á völlum. En þessar kirkjur eru svo þegar tímaliði fram sóknarkirkjur. Sóknirnar mynduðust nú ekki alveg strax, það er smá saman. Kirkjurnar heima á bæjunum, hinum bæjunum, lögðust þetta ekki af á Grund, var alkirkja, þarna er Grund. Sjáum leifar af seli frá miðöldinni fyrr. En á Grund var alkirkja, það þýðir að það var messa á hverjum sunnudegi og það jafngilti því að Grund væri sérsókn, það sem bara var Grund, það var eini bærinn í Grundarsókn. Síðan voru hálfkirkjur á Hálsi og eftir við Tungufelli,
Hólkirkja þýddi að það var messað annarkvæmt sunnudag. Bænhús á fjölda jarða að því virðist nær öllum jörðum þar sem fjölskyldukirkjur hefur verið reistar í upphafi kristni. Þessi bænhús héldust við langt fram á miðaldir og enn lengur í sumum tilvikum. Samantekt. Það áhugavert að bera saman þessi þrjú svæði, Vestfold, Svarfaðardal og Langholt. Þau gefa með sínum hætti til kynna samfélagsgerð og grafsiði á 9. til 10. öld. Munur á grafsiðum sérstaklega athyglisverður. Fá kuml að finna á aðalskossum í Vestfold en mörg á sjálfseignarjörðum. Engin kuml að finna í Langholti en fjölmörg í Svarfaðardal. Getur verið að munurinn tengist mismunandi samfélagsgerð, mismunandi þjóðfélagshópum, að einhvers konar aðalsfjölskylda hafi numið land í Langholti og síðan haldið það völdum. Sveit sjálfseignarbænda hafi numið land í Svarfaðardal og síðan haldið það völdum fram á 12. öld, en þá mist þau til höfðingja. Þetta eru mikilvægar spurningar sem vakna við athugun á leyfum að búsetu landslagi og táknunarhænu landslagi svo sem kumlum, kirkjum og garðlögum. Og hér sjáum við túlkun Hollywood á þessu samfélagi. Virðist magnast upp í ímyndunaraflinu. Myndin úr teiknimynd sem heitir How to Tame Your Dragon. Mikið upp á svona míns. Takk fyrir.